Gestir, velkomin á þessa innsetningarathöfn fyrir Stefán Hrafn Jónsson prófessor. Þessar athafnir veita okkur tækifæri til þess að klappa á öxlina á því góða starfsfólki sem að nær þessum áfanga, æðsta áfanga akademískra starfsmanna Háskóla Íslands, að fá framgang í stöðu prófessors. Tækifæri til þess að fyrir viðkomandi að kynna fyrir okkur, kollegum hans og vinum hvaða viðfangsefni hann hefur verið að fást við í sínum rannsóknum. Tækifæri til þess að gleðjast yfir þeim góða árangri sem viðkomandi hefur náð. Þessar athafnir eru með svona frekar opnu sniði og það mun raunar alfarið koma í ljós hvað Stefán Hrafn velur að kynna fyrir okkur hér á eftir. Eina sem er svona nokkurn veginn neglt niður er að ég sem heitir sem Daði Már Kristófersson og er sviðsforseti félagsvísindasviðs kynni hér aðeins Stefán Hrafn. Og hann fær síðan það bil hálfa klukkustund til þess að fjalla það sem að hann vill fjalla og það verður spennandi að sjá hvað það verður á þessu sinni og síðan nokkur tækifæri til umræðna í kjölfarið. Það verður síðan boðið upp á veitingar. Þær eru sameiginlega í boði sviðsins og Stefáns, sem sagt sviðið er svona frekar spartanst í þeim veitingum sem það veitir, þannig að vatn og brauð er svona það bil það sem við bjóðum upp á. Allt sem er umfram það verða menn að veita sjálfir og ég geri þess vegna ráð fyrir því að svona eftirsóknarverðar og dýrari hluti veitinganna sé fyrst og fremst Stefáni Hrafni sjálfum að þakka. Ég vil minna ykkur á aftur hér á eftir að skrifa í gestabók. Við viljum gjarnan halda utanum þáttökuna á þessum athöfnum og það er mjög gaman að sjá hvað eru margir mættir hér í dag. Þessi gestabók er hér fyrir utan og ég vil líka minna ykkur á að taka einn af þessum ágætu bæklingum, en þar er svona yfirlit yfir helstu verk Stefáns Hrafns og hans starfsferil sem að í grófum dráttum er þannig að hann er með BA-próf í sálfræði frá Háskóla Íslands og síðan bæði meistara og doktorspróf frá Pennsylvania State University, en hann lauk þaðan doktorsprófi 2009. Hans starfsferill hófst hins vegar miklu fyrr og hann hefur unnið sem sérfræðingur í margs konar rannsóknum, bæði hjá einkaaðilum og opinberum aðilum í gegnum tíðina, hjá Parex, hjá Lýðheilsustöð, hjá embætti landlæknis, en hann réðst hingað til Háskóla Íslands 2011, fyrst sem lektor, síðar dósent og nú prófessor á mjög skömmum tíma, enda mikill dugnaður maður. Hann hefur líka gegnt mjög mörgum trúnaðarstörfum í gegnum tíðina, formaður félagsfræðingafélagsins, formaður námsbrautar í félagsfræði eftir hann kom hingað, í stjórn félags háskólakennara, þannig að hefur tekið þátt í kjarabaráttu og nú síðast sem fulltrúi í háskólaráði. Rannsóknar áherslur Stefáns Hrafns eru unglingarannsóknir, lýðfræði, heilsufélagsfræði og lýðheilsa. Hann hefur fengist við ýmsar félagsfræðilegar rannsóknir á vinnumarkaði og mun horfa fram til, og þær rannsóknir sem hann er að stundu þessar mundir eru á til dæmis félagslegum áhrifaþáttum fæðinga, ójöfniði, stéttastöðu og heilsufari, lýðfræði grunnskólakennara, holdafari og fordómum. Nú er það raunverulega hlutverk hans og ekki mitt að fara yfir hans rannsóknir eða það að þeim sem hann vil kynna, og ég ætla þess vegna ekki að hafa þennan inngang lengri en bjóða Stefán Hrafn Jónsson prófessor velkominn í pontu. Kæru foreldrar, rektor, vinir og kunningar, vinnufélagar, velkomin. Takk fyrir að vera með okkur í dag og fagna þessum tímamótum. Þetta er pínu erfið stund að vera með erindi verk sín og ég
veit ekki hvort það sé hæfi að segja, þetta minnir pínulítið á jarðarför, þessum vinir og ættingjar koma saman og fagna því aðalpersónan sé að komast á æðra tilveru stig. En ég ætla að vona að ég verð ekki jarðarförinn í lokin. En svona grínlaust þá þegar ég var beðinn að vera með erindi að þessu skemmtilega tilefni, þá var með nokkur vandahöndum, ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að takla þetta, hvernig ég átti að vinna úr þessu. Og ég gerði við ýmsar hugmyndir, meðal annars þess að taka ferilskrána í gegnum þetta skemmtilega forrit og láta draga fram aðalatriði. Og þetta vissulega mjög litríkt, skemmtileg nálgun, en það vantar svolítið samhengið. Þetta sett ég á Facebook síðuna fyrir þennan atburð, þannig að þið hafið haft tækifæri til að rýna í þetta. En ég ætla að nota næstu 3 tíma, fara í gegnum ferilinn á svona, og fara í nokkra atburði og fólk sem ég hef kynnst frá, ég fæddist nú 68, foreldrar mín giftust þarna 65, og ég ætla að fara í þetta stuttu máli, en glíma við þessa spurningu bara, ég svona rétt að átta mig á því, hvernig var þessi pegi sem stendur hérna milli bræðra sinna og vinna, hvernig var hann að prófessor, af því að þetta svona, það tiltölulega stutt síðan að það stendi í þetta. Ég held að það hafi verið 2009, þá spurði pabbi hvort að næsta eðlilega skrefa væri ekki að fara í háskólan, og ég manandi þá sagði, nei, það stendur ekki til. Það þurfti lagabreitingu til þess að ég yfirgaf lýðheilsustöð og fór yfir í Háskóla Íslands. En eins og félagsfræðingar jafn að gera, þá ætla ég að setja þetta í eitthvað samhengi, og ég dreg fram hana þrennt. Það traust, tengslænir og gildi sem raun og veru grunnþættirnir í hugmynd Coleman félagsauð, og ég ætla að reyna að fara í gegnum ferilinn í stuttu máli með þetta svona fræðilega sjónarhorn að leiðarljósi. Sem dæmi félagsauð, ef við tökum dæmi úr unglingarannsóknum sem ég hef komið nála, þá var það félagsauður þegar foreldrar foreldrar vina þekkja hvern aðra, deila með sér sameiginlegum gildum sem til dæmis að samþykkja ekki unglingadrykkju og eftirlitspartí eru ekki hluti af þess gildi sem á móti því. Þegar fólk þekkist og treystir hvort öðru, þá náum við fram meiri árangri heldur en hvert okkar að glíma við eitthvað verkefni eitt í sínu hópi. En hvað traust að mér hefur verið treyst fyrir ýmsum verkefnum, tengslandi ég kynnst fullt af frábæru fólki á mínu ferli, en svo það þessi gildi, hvað á ég við með gildum, og í árið 2011 á aldarafmæli Háskóla Íslands var Jonathan Cole með fyrirlestur þar sem hann fjallaði meðal annars The Great American University og dró fram svona 12 gildi sem eru grundvöllurinn að hans mati að góðum árangri amerískra háskóla, sem dæmi að efla verðleikasamfélag, að forðast að meta vísindalegt gildi hugmynda út frá persónulegum þáttum. Og það skiptir þá ekki máli hver segir hlutina, heldur hvernig það er sagt og hvernig það er rökstutt. Hvort það sé prófessor eða fyrsta ásnemi sem segir eitthvað, eða vel rökstutt, þá metum við á gildi rökstuðningsins, ekki persónulegur. Saman hvort að viðkomandi er kallega, kona, leiðilegur og skemmtilegur, þá metum við sem sagt rökstuðning. Skipuleg efirhyggja, og ég ætla að fara í gegnum ferilinn og rifja upp þessi gildi, það er kannski að lesa þetta allt upp. Akademist frelsi er eitt af þessum mikilvæga akademísku gildum sem við viljum halda í heiðri, að tryggja það að við getum valið viðfangsefni í rannsóknarverkefnum okkar án þess að einhver ytri öfl hafi áhrif eða neikvæð áhrif á það. Mér var samt falið að fjalla fyrri verk, og þá er kannski rétt að byrja á byrjunni. 1976 birtist fyrsta greinin mín, eða flöskuskeyti, á baksíðu Vísis 1976, þar sem ég var að skrifa til Breta að taka freikápurnar af Íslandssögunni. Ég var fullur á eldmóð þarna, en mikill léttir í maí 1976 þegar ég, fyrir Íslandingar unnu stríðið, þá var skrifað undir samkomulagi í Oslo þar sem að
og Áróns gengi frá þessum þorskastri steilum. En þessi birting var ekki tekin með í grunnmatið þegar ég var aðeins í lektor. Það hvorki ritrýnd né prófarkarlesin. Ég veit ekki hvort að þessi Erlendi Sveinsson sem að fann flöskuskipið á við Bessastaði sé sami Erlendi Sveinsson og hefur verið skrifað fleiri. Þannig að þetta er kannski bæði fyrsta birting mín og Erlend. Það er varla hægt að fjalla ferilinn sinn út frá gildum nema að minnast á það að jálst upp það sem að gildimenntun var, það mikil áhersla á gildimenntun. Og setning eins og Stefán, þú klárar menntaskóla og svo tekur þau pásu. Það var mjög mikil virði og það er þetta gildi að nýta tæknina til aukinna þæginda og afkasta. Þarna kynntist ég fyrst 1981. 81 stendur fyrir ártalið sem að þessi fyrsta heimilistölvan á heimilinu var keypt. Þarna forritaði ég lék með randomfalli sem að veitti mér rosalega góðan innblástur, eða innsýn ætla ég að segja í tölfræðina síðar meir. Þá var ég að leika með ýmis forrit og afskaplega skemmtileg vél. Hún hafi verið 8 kilobæt saman. Skólaferillin var hefðbundin, ég ætla ekki að fara nákvæmlega í það, kannski óhefðbundin við að ég endaði hann með 2 ára ókláruð bakaranámi, eitthvað í björnsbakari. Svo eftir bakaranámi, ég fekk nóg af því þegar ég var áður en ég náði að klára. Á leiðin í sálfræðina í Háskóla Íslands, var þar frá 1990 til 1994. Og þar fór ég að kynnast þessum akademískum gildum virkilega vel. Skipuleg efahyggja í sálfræðin, hún var stútfull af efahyggju, þar sem var verið að efast alls konar hluti. Þarna raða ég með ekki stafrósa heldur svona hverjur höfðu mest áhrif á mig. Þorlákur Karlsson kenndi mér tölfræði og aðferðafræði, eitthvað sem ég hef kennt mikið núna. Friðrik Heitin Jónsson var afskaplega öflugur fræðimaður og skemmtilegur. Hvergi á veraldarvefnum finnst mynd af Guðmundi B. Arnljótsyni, en hann þarna líka. Ég held að hann hafi kosið það. Erlendur og Sigurjón voru þarna aðeins farnir að minnka þessi kennslu en afskaplega skemmtilegar. Svo það bil þegar ég var hálfnaður með sálfræðinámi þá fékk ég þennan yndislega glæðing sem myndi mig á það er ýmislegt fleira sem fyrir utan háskólann sem hefur einhver gildi. En eftir við lok náms í sálfræði þá láði leið mín á þessari skemmtilegu stofnun sem rannsóknarstofnun uppeldis og menntamála. Var þar frá 1994 cirka til 1997 og þó þetta hafi ekki verið stofnun innan háskólans þá voru þarna akademísk gildi sem voru virkilega höfð í hávegum. Þarna kynntist ég fullt af fólki, ég dreif þannig fram 4, það voru mikið fleiri. Stuðla nýliðinni fræðigreininni. Þetta gildi sem þetta akademíska gildi var virkilega Þórólfur náði að lyfta þessu mjög mikið og náði að laða til sín efnilega unga fræðimenn. Þannig kynntist ég Jóni Gunnari, Þóroddi og Matthíasi. Matthías var það til að hætta á rannsóknarstofnuninni þegar ég byrjaði, en ég man eftir að hann, þó hann var kominn með annar starf og byrjaði annar starf, þá fór hann ekki fyrir að hann var búinn að ganga í skuggum það að ég gat haldið utan skráningu einhverna í samræðupróf. Þannig að lærði ég mikilvægi þess að vöndu vinnubrögð við skráningu rannsóknargagna gríðarlega mikilvægt og það líka afskaplega mikilvægt að kynnast gögnunum alveg frá upphafi. Þetta að vinna samfélagslegum gæðum og efla þekkingu almennings, þetta var eitt af þessum megin gildum sem voru í leiðarljós í starfi rannsóknarstofnunar uppeldis og menntamála. Á rannsóknarstofnunar uppeldis og menntamála breyttist ég úr sálfræðing í félagsfræðing sem ég get eiginlega ekki seint þakka þeim sem höfðu ábyrgð á því hvernig voru að fjalla mikilvægari og skemmtilegri viðfangsefni
og þarna 1997 var eðlilegt framhald í ferlinum að fara áfram í doktorsnám. Var í Pennsylvania State University í 1997 til 2002, kom heim svo með kláraði hérna heima sem sagt. Það að erlendur nemandi sem boðin velkomin í ameríska háskóla, það er náttúrulega hluti af þessu gildi að háskólasamfélagið er alþjóðlegt. Það var ómetanleg að geta farið í þennan skóla, kynnst rannsóknarstarfi, öflugur rannsóknarstarfi og öðrum annars konar nálgun. Við lærðum hérna lýðfræði, nokkuð sem var ekki kennt hér heima. Hérna dreigir fram 5 þá sem höfðu svona helst áhrif á mín störf og mitt nám. Mark Hayward hafði óendanlega trú á mér, sendi mann hingað til Íslands til þess að tryggja það að ég myndi koma í nám til hans. Steffensmeier hann er afbrotafræðingur, hann kendi mér nú ekki mikið. Hann sá það 10 árum undan mér að ég myndi enda sem háskólakennari. Ég streytti svolítið á móti, ég ætlaði mér aldrei að verða háskólakennari fyrir en setja mér. Ég vann töluvert mikið með Martinu Morris, alveg öflugur fræðimaður, bæði kenningarlega og aðferðir. þar sem við vorum að vinna í vinnumarkaðsrannsóknum. Hún var með 2 styrki sem fjármagnaði nám mitt að úti. Skrifaði meistarritgerð tengsl vinnuveitanda og launþega og hvort að breytingar á þessum tengslum hefði haft áhrif á ójöfnuð í launamun. Ég náði aldrei að birta þessa ritgerð því miður, það hefði verið áhugavert að koma þessu í birtingu. Ég fekk það orð á mér hérna í náminu úti að ég vann með erfiðustu prófessorunum þangað til að þeir fóru. Og það gerðist nokkru sinnum. Hún fór til Seattle og ég ákvað að vera eftir og vann með þessum heiðursmanni Robert Schoen sem hann talið vera faðir eða afi multi-state live table, hann svona stærðfræðilegur demokrat. Við sátum saman og endum með að birta nokkra greinar. Það var aldrei vandræði með gögn í vinnu með honum. Ýmist þá notum við fyrirliggjandi gögn og eitt skipti þegar við ætluðum að fara að kanna áhrif sveiflur í fjölda fæðinga. Hvernig það hefur langtíma áhrif á lífeyrissjóðakerfið. Þá segja ég það er ekki til gögn sem að hefði það sér svona. Það er allt í lagi, Stefán, við bara forritum það. Látum fjölda fæðinga sveiflast eins og sýnisfall og sjáum hvernig mismunandi sveiflutíðni, sveiflulengd hefur mismunandi áhrif á fæðinga á lífeyrissjóðakerfið. Þetta gerði við satt og forritaði með Schoen nokkur ár og birtum nokkrar skemmtilega greinar upp í þessu. Michael Randall, þetta er nýsjálendingur, hagfræðingur og félagsfræðingur sem dreg fram þetta gildi að tryggja frjálst val á viðfangsefnum. Hann var mjög tilbúinn til þess að fara út fyrir rammann og kanna nýjar leiðir. Þarna kviknaði hugmyndin af fyrstu greininni í doktorsritgerðinni minni, þar sem ég var að kanna og vorum að glíma við sem sagt áhrif fæðinga innflytjenda á mannfjöldan í Bandaríkjunum. Við birtum sem að 2 greinar. Þessi Hancock hérna, þetta er maðurinn hennar Martínu. Já, þessi glæri var hann eftir. Það er margir sem að spyrja mig hvað fjallar lýðfræðin. Ég ætla aðeins að koma að því áður en ég fjalla stuttlega eina greinina í doktorsritgerðinni. Lýðfræðin sem sagt fjallar einkenni mannfjöldans, stærð, samsetningu og dreifinguna og þau ferli sem breyta þessum einkennum, stærð, samsetningu og dreifingu, fæðingar, dauðsföll, fólksflutningar og svo líka breytt hjúskaparstaða og ýmis fleiri atburðir. Þetta er einhverjum sem að breyta samsetningunni. Við erum með eitt rannsóknarverkefni í gangi þar sem við notum lýðfræðina til þess að sjá hvernig grunnskólakennarastéttin breytist yfir tíma. Við erum að sjá það er að fækka útskriftum af grunnskólakennurum. Hvaða áhrif hefur það á fjölda grunnskólakennara næstu ár. En að ritgerðinni minni, þetta var
fyrsta greinin í ritgerðinni birtist þarna í tímaritinu Demography sem flaggskip ameríska lýðfræðinga. Þar vorum við sem sagt að glíma við þennan ákveðna vanda sem felst í því að það eru stórir árgangar sem fæddust hérna kringum 1960 fljótlega eftir stríð sem að nálgast eftirlaunaldurinn og það hérna raun og veru skortur á vinnuafli. Og þegar hérna, sem hefur mjög mikil áhrif á lífeyrissjóðakerfið og alla dýnamíkina í vinnumarkaðskerfinu í Bandaríkjunum. Og það hefði ýmsir verið að reyna að meta hvaða áhrif innflytjendur hefðu á aldurssamsetningu bandaríska mannfjöldans. En vegna þess að bandaríska hagstofan bundin af stjórnarskránni, hún mátti ekki leiðrétta fyrir því að það ekki allar mexíkoskir innflytjendur taldir í manntalinu. En nýsjálenskur prófessor og íslenskur doktorsnemi gátu farið út fyrir stjórnarskrána og við vorum að prófa nýjar aðferðir í til þess að vinna á móti þessu vantali á mexíkoskum konum í Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvort að við ætlum að staldra lengi við þessa nýju tegunda fæðingatíðni, en þá sem sagt við vorum að reikna til dæmis fyrir 40 ára mexíkoskar mæður eða konur. Í Bandaríkjunum árið 2000 þá reiknuðum við fjölda fæðinga, þessi móðurinn í fertug, deilt með, og þetta nýjungin. Þótt að sé einfalt að segja frá þessu, þá deiltum við með fjölda 0 ára gamalla stúlkubarna í Mexíkó 1960. Mjög einfalt að segja frá þessu, en við þurftum virkilega að berjast fyrir þessu og rökstyðja þetta og prófa þetta fram og tilbaka. Ef við förum út úr formúlunum í myndræna framsetningu, þetta ekki rétt stærð, þetta bara aðeins til að benda á ef þetta fæðingarárgangur kvenna fæddur í Mexíkó 1960, þá einhverjar þeirra deyja áður en á fertugsaldri. Hefðbundin leið að meta stærðin hérna á fjölda þeirra sem eru í Mexíkó hverjum tíma. Í staðinn þá vorum við að leggja mat á hversu margar það voru 40 árum áður. Og svona helstu niðurstöðurnar voru þær að aðferðir reyndist mun betur til að spá fyrir fjölda fæðinga fyrir mexíkóska mæður en hefðbundnar aðferðir. Jú, hvernig vissum við það? Við vorum að spá fram í tímann, við fórum líka aftur á bak og fórum 20 ára aftur í tímann og spáðum til nútímans, bara svo að segja frá Back to the Future. Við vorum aftur á bak og spáðum til nútímans með þeim upplýsingum sem voru fáanlegar á þeim tíma. Og notuðum líka hefðbundnar aðferðir og okkar aðferð reyndist mun betri. Þessi grein hefur náð ágætis útbreiðslu og hefur eitthvað verið vísað í hana. En áætlaði fjöldi slíkra fæðinga, mexíkóskra kvenna, frá 1995 og barnabörnin þeirra eru 26 milljónir, sem um 23% meira en fyrri spár hefði gert ráð fyrir. Þannig að við vorum að sýna fram á að innflytjendur hafa í raun og veru mun meiri áhrif á aldurssamsetninguna heldur en áður hefði verið gert ráð fyrir. Þannig að væntanleg framlegð fæðinga mexíkóskra kvenna, þegar líffræðingar tala, þá verður þetta mjög ópersónulegt og svolítið gerist neitt. En framlegð fæðinga mexíkóskra kvenna hafði til þess að verið stórlega vanmetin. Svo til að gefa hugmynd umfangið, af því að ég var oft spurður hvað skiptir þetta einhverju máli. Mexíkóskar konur í Bandaríkjunum eignast það bil 300.000 börn á hverju ári. Árið 2000 fæddust sem sagt 300.000 börn í Bandaríkjunum sem móðurinn var frá Mexíkó. Og eitt barn að minnsta kosti fæddist þar sem að foreldrar voru íslensk. Ég hélt hann alltaf að mæta, mér langaði alltaf að spyrja hvernig fór hann að ég að drippa flugu með aðra hendina í gipsi og annað fótinn í gipsi líka. Hann sótti mig einhvern mann stórslasa. Nokkrum árum eftir ég kom frá Bandaríkjunum þá var mér boðið starf á lýðheilsustöð. Lýðheilsustöð og embætti landlæknis runnu saman árið 2011, þannig að ég ætla bara að spara tíma að fjalla kannski bara fyrir hlutan. Þar kynntist ég frábærum hópi af fólki. Ég hef mögulega gleymt einhverjum hérna, þetta svona helsta. Og svo komum við aftur að svona akademísku gildum, þá var
eitt af megin gildan sem við unnum á lýðheilsustöð, það var að vinna að samfélagslegum gæðum og efla þekkingu almennings. Þetta smellpassaði inn í starf lýðheilsustöðvar og einhver leyti starf embætti landlæknis eftir það. Þó þetta hafi ekki verið akademísk stofnun, þá var ég vanni þarna að rannsóknum heilsu, heilsutengda hegðun, félagslegum áhrifaþáttum heilsu, og það raun og veru, þarna lagði ég grunninn að ýmsum af þeim rannsóknum sem ég hef verið að sinna eftir það. Sem dæmi heilsu og líðan Íslendinga sem núna hýst hjá embætti landlæknis. Þetta umfangsmikil heilsufarsrannsókn sem lögð fyrir 2007, 2009 og 2012. Hefur verið grunnur að ýmsum fræðigreinum og allavega hluti af 2 nýlegum doktorsritgerðum. Ég var ansi heppinn að komast inn í rannsóknarhóp nokkra tannlækna sem eru flestir tengdir tannlæknadeild Munnís, tannheilsa íslenskra barna, tölfræðileg úrvinnsla, gríðarlega skemmtilegt verkefni þar sem við vorum að leggja mat á tannheilsu íslenskra barna í 1., 7. og 10. bekk. Upp úr því voru allavega 2 mjög skemmtilega greinar, svo hafa fleiri greinar breyst í síðar meir. Ég hef verið virkur í HBSI og ESPAT-rannsóknunum í allnokkur ár, þó að virkni mín í þeim rannsóknarhópi hefur minnkað töluvert síðustu ár. Reykingar í kvikmyndum var afar skemmtileg rannsókn, þar sem við vorum að meta hvaða áhrif það hefur ef að börn horfa á kvikmyndir þar sem reykt er. Og þetta var sam-evrópsk rannsókn þar sem voru 6 Evrópuþjóðir. Það kemur í ljós að eftir því sem börn horfa meira á kvikmynd þar sem reykt er, því líklegri eru þau til þess að byrja að reykja sjálf. Þannig að sumir má segja að en á sama tíma og íslenska kvikmyndir eru eitt af mest reykt í íslensku kvikmyndum, sem mjög merkilegt. En á sama tíma þá tíðni reykinga meðal íslenskra barna hvað lægst. En þau eru náttúrulega að horfa á miklu meira en íslenska myndir. Þannig það mjög áhugavert ef við erum á stundum erum við að veita styrki í unglingarannsókn til þess að sporna við reykingum meðal barna, og svo erum við líka að veita styrki fyrir kvikmyndagerð sem mjög mikið reykingar og áfengisneyslu. Eitt af síðustu verkum mínum á lýðheilsustöð, áður en hún var lögð niður 2011 eða sameinuð fyrir embætti landlæknis, var að sækja styrk til þess að leggja fyrir íslenskan hluta af European Social Survey eða lífsskoðun Evrópu. Og það verkefni það afskaplega mikilvægt að Ísland sé hluti af svona fjölþjóðlegum rannsóknum, og við erum nokkur að finna upp og skrifa greinar úr þessu gagnasafni. Háskóli Íslands, eins og Daði sagði, þá við fullu starfi við Háskóli Íslands árið 2011 og verð vonandi mikið lengur. Einn af skemmtilegustu greinanum sem ég hef skrifað var með Þórólfi Þorleifssyni og Margréti Valdimarsdóttur, þar sem vorum að nota hugmyndin félagsauður til þess að skilja betur áhrif íþrótta í hverfum, hvernig það sem að íþróttir eru með svona gildin, eitt af þeim gildin sem íþróttum eru andreykingar, þannig að það hagnast börn sem að taka þátt í íþróttum eru ólíklega til að reykja, og þetta smitast líka út frá sér. Þannig að ef það mikil íþróttaþátttaka í hverfum þá hefur það áhrif líka á börnin sem ekki íþróttum. Tengslanetið eftir ég byrjaði í Háskóla Íslands hefur orðið þéttar og viðfangsmeira. Ég nú ekki með myndir af öllu því ágæta fólki sem ég hef kynnst og unnið með, en ég hef verið að vinna með fólki í lýðheilsuvísindunum, hagfræðideild, stjórnmálafræðideild, tannlæknadeild, félagsráðgjafardeild. Eitthvað að byrja á menntavísindasviði, félagsvísindastofnun. Ég ennþá í góðu samstarfi við Háskólann á Akureyri
og embætti landlæknis. Ég það bil að klára, en mér var falið að fjalla líka stefnu, framtíðarsýn. Ég rannsóknum á kennslu. Ég bara eða svolítið púður í ferilinn til þessa. Í rannsóknum þá ætla ég að halda áfram að vinna með og læra þetta bestu í fæðinu og ég ætla að vona að ég geti haldið áfram að bara rækta og efla tengslanetið. Í kennslunni heyrði ég einhvern tímann þessa skemmtilegu að kennslufræðin, það bara tvennt í kennslufræðin sem skiptir máli. Það er litla gula hænan og það er leikur að læra. Stefna hjá mér að meðan við erum að verja tíma í háskóla, þá eins gott að við höfum gaman að þessu. Þetta en auðvitað ekki þannig að við hleypum upp í einhvern fíklag. En það markmið hjá mér að kennslan og nám sé skemmtilegt. Litla gula hænan segir það að ef við leggjum ekkert á okkur, þá fáum við ekkert út úr þessu. Þannig að í kennslun þá grunnhugmyndin að virkja nemendur. Það alltaf svolítið challenge að finna leiðir til þess að virkja nemendur betur í háskólanámi. Við þurfum að passa að nemendur upplifi sig ekki sem óvirka þjónustu þeirra sem að fara út í bónus og sitja einhverja menntun í körf. En þá spurningin hvernig ætla ég að gera þetta? Jú, ég ætla að læra þeim bestu og þurfum að halda áfram að hafa í hávegum akademisk gildi eins og hún birtist í stefnu Háskóla Íslands hverju sinni og ég held að rit Jonathan Cole frá 2010 sé mjög gagnlegt til þess að velta fyrir sig hvernig höldum við áfram að byggja upp öflugan háskóla og það eiginlega svona tvær personur sem átt að draga upp hérna að lokum. Það fáir sem ég hef séð halda uppi akademískum gildum eins mikið og Þórólfur. Það bara nota tækifæri á þakkunum fyrir samstarfið til þessa. Svo skráði ég mig í nám sjálfur núna í haust og Guðrún Geirs þetta aðal kennarinn í kennslufræðum fyrir háskóla, háskólakennslufræðum fyrir ekki þið. Það alveg ótrúlegt hvað hún gefur mikið af sér og margar flottar hugmyndir og skemmtilegar til þess að bæta mig sem kennari. Ég held að sé eitt af það besta sem að gera sem kennari að halda maður sér orðin fullkominn. Svona að lokum þá varla hægt að fara yfir ferilinn nema að þakka mæðurum þessara yndislegu barna sem ég á. Það var staðið sem endaði mig vel að meðan að kallinn að krúska eitthvað í háskólastarfi. Svo gaman að minnast á það að því hún kalli nýliðan fræðimanna að kæristi dóttur minnar komin hinn í nám í félagsfræði. Ég veit ekki til þess að ég hafa haft áhrif á það ákvörðun en ég hlakka til að sjá að dafna í námi hjá okkur. Þá vil ég bara þakka kærlega fyrir ávarpina. Takk.